Menningarvitinn, ég heiti Kikka. Þetta Elvar, ég heiti Steingrímur Dúi. Sigga Snjálaug. Æði. Heyrðu, við byrjuðum á því að fara í bíó. Já. Heyrðu, en þetta sem sagt heimildamyndin Bóndinn og versmiðjan, ný íslensk heimildamynd eftir Barða Guðmundsson og Hrafnhildi Gunnarsdóttur. Og þessi mynd fjallar bóndan á Kúludalsá í Hvalfjarðarsveit, hann var Ragnheiði Jónu Þorgrímsdóttur, sem að berjast við kerfið eftir að hrossin hennar veikjast. Og það, sko, hann búin að vera þau eru búin að vera 11 ára að gera þessa mynd og byrjuði á henni þá 2014. En 2006 þá slapp út, það var sem sagt umhverfisslys í álverinu þarna í Hvalfirði og þau lét ekki vita. Þannig að bændurnir í kring hafði ekki hugmynd að það hafi verið að menga bæði jörðina og þetta dýrin. Og svo kemst hún að því, hún Ragnheiði Jóna og þegar sem sagt hrossin hennar byrja að veikjast. Og þau veikjast svo illa að það bara loga þeim sko. Eða sem bara drepast. Og myndin, sem var 11 ára í framleiðslu, sýnir svo vel baráttuna og spillinguna þegar hún, sko þessi kona í dáisaðinni, þegar hún fer í sko alla mast og fær aðra dýralækna til að skoða og koma með niðurstöður, en það alltaf farið eftir eldgönnum niðurstöðum frá mast og mast kemur ekki, eða Matvælastofnun, kemur ekki vel út úr þessari mynd, það virðast bara einhverjir fúskarar hafa verið að þessu þar. Og það sé svo vel hvernig báknið sko hjálpar alltaf og ríkisstjórnir og allt þetta peningaöflunum. Já. Og einhvern veginn og hún gefst aldrei upp og fer með þessi mál við álverið og ríkisstjórnina og alla bara, en tapar því miður. Og en á þessu 11 ára tímabili sér maður bara hvað hún að reyna og hún bara alein í þessu. Og tölum kannski það betra á eftir hvað sagt fólk sem eitt í baráttu. Já. Og en myndin sýnd í Bíóparadís og verður það eitthvað áfram, við hvetjum fólk til að fara að sjá hana. Og svo komst ég að því, því ég var eitthvað að googla, að hún, Ragnheiður Jóna, hefur líka gefið út bók sama efni. Já, já. Og bókin heitir Barist fyrir veik hross og til í allavega Eymundsson, ég fann hana þar. Þannig að og eftir myndina, hún situr svolítið í manni sko. Það erfitt að sjá hana vera að berjast eina gegn bákninu og og það var kona sem hafi verið á sömu sýningu og ég hafi skrifað á samfélagsmiðla, ef þessi mynd breytir ekki einhverju þá brjálast ég og þannig leið mér líka. Ef þessi mynd breytir ekki einhverju þá brjálast ég. Mér finnst mjög gaman að sé komin á Hvítatjald þessi mynd af því að ég var að kenna heimildamyndagerð í Kvikmyndaskóla Íslands. Já. Þá var Barði að vinna þessa mynd. Já. Þannig að bara gott að frábært að skilti klára hana. Já, nákvæmlega. Og Hrafnhildur kemur inn í þetta og þannig að ég hlakka til að sjá þessa mynd og náttúrulega ótrúleg saga. Þetta ótrúleg saga og þetta bara einhvern veginn að gerast núna áfram. Einhvern veginn þessar risa verksmiðjur sem við virðumst alltaf vilja í alla firði og út á öll nes, auðvitað eyðileggur þetta bara. Já, og svo líka svona fyrirtæki, þau eru náttúrulega bara með eitthvað svona, það fer bara eitthvað maskina í gang. Já. Þegar einhver svona einstaklingur reynir að sækja rétt sinn. 20 alþjóðlegir lögfræðingar á móti. Já, vinna alltaf. En hún fékk verðlaun á heimildaháttíðin hún ekki að Patreksfirði? Jú, Skjaldborg. Skjaldborg. Fékk Einarinn. Fékk Einarinn sem áhorfendaverðlaunin. Já. Þannig að hún vakti gríðarlega athygli. Já, og þar sko höfðu þau sem aðstandendur Skjaldborgar hafði aldrei séð önnur eins viðbrögð við mynd eins og þessari á síðustu Skjaldborg og þessum kom þeim bara ekkert á óvart að hún skildi fá Einarinn. Já, já. Og átti ána svo sannarlega algjörlega skilið. Og allir að drífa sig í bíó, Bóndinn og versmiðjan í
Bíóparadís. Var það flúormengun? Já, flúormengun og líka einhver kokteil, það bara fullt af öðru eitriðana líka. Þau eru að losa oft sko einhvern stromp og þau gera þetta eftir skjóli nætur. Já. Þeir eru engin svona viss að því sko. Ég sá þetta oft þegar ég var að keyra. Er þetta dýrbítar sem maður náttúrulega bara flúor... Ekki dýrbítar, grasbítar. Já, grasbítar meina ég. Já. Sem að einmitt og hún bendir á í myndinni að sko vatnsból Akurnesinga þarna líka. Þannig og það einhver svona eitthvað að vera að skoða það því það eitthvað eintegunda krabbamenni sem algengust þar sko. En þetta bara stór hættulegt og við erum bara að hætta allir í stóriði. Já, og þessi stóriði í Hvalfirði sko, maður bara þú er ekki góð vika fyrir stóriðinu í Hvalfirði. Leiklist, ég alltaf að reyna að koma fram hjá þessu álveri á Grundartanga á leiðinni til Akureyrar og ég fór þangað daginn á listasafnið og í leikhúsið og sá gaman leikritið Elskan ég heima? Ekki spurningamerki. Jú, hérna, það ekki hér en hér spurningamerki. Veit ekki alveg hvort það að vera. En allavega, þetta eftir Lóra Veit og Vilhjálmur B. Bragason sko íslenskaði og staðferði svolítið inn í Akureyri þetta leikrit og þetta var sem sagt þetta var frumsýnt í London árið 2018 og þá lék Catherine Parkinson sem fræg ensk svona gamanleikuna sem sagt hlutverk Gunnu sem að hún Hólmfríður Hafliðadóttir leikur hér og söguþráðurinn í stórum dráttum þessi. Sem sagt, eiginkonan langar að pröfa að vera í 50s á meðan hún fær greiddan starfslokasamning. Hún misti vinna og fær starfslokasamning í 6 ár og þegar að leikriti hefst þá samt liðin 3 ár. Þá hún semst búin að vera bara ein heima að þurrka af og gera og græja á meðan hann fer að vinna og þau eru búið með alla peninga og föðurarfinn hennar og eitthvað svoleiðis. Og Björgvinsleikur mömmunar, hún kemur 2 inn í verkið, stutt í bæðiskiptin og í bæðiskiptin hún svona pínlítið að tuða við því að hvað hún sé eiginlega að gera, af hverju hún sé ekki, hvernig þetta í hug, að vera heimavinnandi húsmóðir þegar bara fjöldi kvenna hefur barist gegn því í áratugi að konur séu svona bundnar heimilinu og sko þau segja þetta sé gamanverk en ekki farsi og ég vildi að ég hef vitað það áður en ég fór á þetta því að ég hélt ég væri að fara að farsa og þessi hugmynd gengur ekkert upp nema þessi farsi og þau eru eitthvað að reyna við svona hluti eins og að ræða kynferðisofbeldi eða svona áreiti og þegar það uppgjör einhvern veginn, þá líka Edda Björgvins að tala feminisman og hvað þær hafi barist fyrir svo kjósi hún bara að vera heima. Og og þetta bara, mér finnst þetta bara svolítið skrítið verk og ég skil ekki alveg hvaða erindi það á inn á svið á Íslandi og eitt sem að ég bara skil ekki og það er það er svona eitthvað dansatriði og þá eru kallmennirnir í leikritinu komnir í kjóla og eitthvað að þurrka af og þetta bara gert til að fólk klægi og ég einhvern veginn bara býtu 1995 eða af því að ég meina í dag barátta transfólks sem getur einmitt litið akkurat svona út rosalega mikil af því þau eiga undir högg að sækja og við sem eigum börn undir transfána okkur þetta bara bregður þegar það bara boðið upp á nú skulum við bara hlæja af örfisfólki sko kallum í kjólum, hlæjum það nú meiri fyndnin og þegar þetta var svona undir lok setni eftir hlé og ég einhvern veginn ég skil ekki erindið og þetta ekkert einleiki í kvenréttindi og mér finnst þetta bara svona kjánalegt á köflum. Hún, eiginkonan Gunna,
þegar hún fattar að mammunar ætlar ekki að gefa henni pening, þá þarna vinahjón og sem sagt hann hefur verið sendur heim að vinnustaðnum af því að hann hafði verið með eitthvað kynferðislegt áreiti. Og svo þegar hún að fara að leita sér að vinnu, þá kallar hún á hann og segir, já, á ég ekki vera aðstofamaður þinn? Nú þarf ég að fara að vinna, á ég ekki vera aðstofamaður þinn? Og hann bara, já, en þú veist að ég er búið að senda mig heim. Já, og svo mæla þau það, sko, hvað má ekki að vinnustaðnum. En einhvern veginn skilur í dag fólk bara á alveg þú finnur sér vinnu. Þú hringir ekki í nágrannaðinn sem undir smásjá atvinnurekanda út af kynferðislegu áreiti. Það einhvern veginn, mér finnst þetta bara svo ekki ganga upp. Og en innihaldið lítið en útlitið flott. Þú veist, leikmyndin, hún svolítið svipuð þeirri sem var í London og búningarnir náttúrulega svipaðir þeim sem var í London og ég meina það allt í lagi að taka bara hlutina eins og þeir koma og setja það upp annars staðar og já, einhvern veginn, þau léku ágætlega, þú veist, en þetta var ekkert leiksugu fyrir neitt samt sko og já, sem betur fer en nú búið að selja vel á þessa sýningu og fólk sér eitthvað vonandi skemmtilegt við þetta. En mér var ekki skemmt, það bara þannig. Nei, þetta heitlaði þig ekki. Nei, og mér finnst þetta undarlegt verkefnaval og ég skil ekki erindi. Er þetta nýlegt verk? Já, síðan 2018 það frumsýnt, sko. Eitthvað heldur að staðfærslan fyrir Akureyri hafi ekki farið nú vel með þetta eða þú veist, eða ég meina ef þú ert að sýna, ég meina ef þetta var svona í Bretlandi líka í London skilu þá það gekk vel þar. Já, sko það fekk líka, það var alveg beggja blands. Okay. Fólk var almennt hrifið af leikmyndinni og búningunum og ég það líka hér en fólki fannst þetta sumir fannst þetta ágætt á öðrum ekki sko. Þetta var ekki, þetta samt eitthvað velunarverk, fekk einhver velun en ég held sko að staðfærslan, ég talaði Gler og Torg og eitthvað svona, ég held að hún hafi kannski frekar bjargað en ekki sko, ef þetta á að vera gamanverk sko, af því þá gætt fólk allavega svona samsama sig með Gler og Torgi og þeir sem muni eftir gömlu versmiðunum og eitthvað svona en elskan, ég heima skildi það ekki því miður. Skildir ekki boðskapin? Nei, var engin boðskapur og eitt enn kannski af því að það er Sigurjón Kjartansson gerir síðan tónlist við og ég bjóst við þá að tónlistin myndi þá vera í þeim anda ef til vill til svona undirstrika verkið en hún var það sko ekki, bæði voru þarna svona kunnugleg stef og síðan var þetta bara svona einhver gítarriff sko og mér fannst það bara ekki passa við einhvern veginn. Nei, ekki eitthvað nýtt. Nei, mér fannst það ekki passa við og mér finnst líka ekki gaman í leikhúsi og þá ekkert bara við þetta, heldur bara oft í leikhúsi þegar að leikarar eru ekki með hljóðnema og þetta er bara svona lágstemt og síðan á milli atriða þegar sett tónlist þá erum bara gargandi há. Mér finnst það óþægilegt. Já. Og það er önnur sýning sem við tölum og eftir þar sem þetta var ekki svona sem að var frábær og hafði mig betur. En ég meina ágættis tónlist og ég meina hvað heitir hljómsveitin sem Sigurjón var í einn? Var ekki Última eða eitthvað? Ólympía, já. Ég er mikill aðdáandi Ólympíu og í gamla daga var það þannig þegar ég var eina headbanga við rockið þá eftir partí þá var komið tími til að fara að sofa. Já, náttúrulega frábært tónlistina. Já, en einhvern veginn sko, mér finnst þessi tónlist skrítin í þessu verki og kannski, ég veit það ekki, þetta náði ekki að vera eitt heildstætt listaverk fyrir mér, því miður. En svo fórum við í önnur leikhús. Já. Þjóðleikhúsið. Já. Íbúð 10B. Einmitt. Hvernig fannst ykkur? Best að ég blási mér nú ekki meira. Mér var aldrei hleypt inn í samkomuhúsið.
Gæti farið svo. Mér fannst þetta bara virkilega áhugavert og margt svona verið að pota í ýmislegt. Já. Og allir ógulega kurteisir á yfirborðinu og en svo kemur náttúrulega villidýrið upp í fólki. Hvort að ég passi upp á sjálfan sig. Og það var bara hvað þú mátt segja og hvað þú mátt ekki segja. Já. Þetta fjalla sem sagt stigagang í svona glæsilegu fjölbýlshúsi sem sko með lyftu upp að íbúðinni og svona þetta var svona speglað salur svolítið leikmyndin flott leikmynd og þau eru semst að fara að halda húsfund af því að einhverjum íbúa hefur dottið í hug að lána eða leigja íbúðuna sína undir að breyta lúxusíbúðinni í hæli fyrir 20 arabiska hælisleita já. Og þau eru semst að halda svona pínufund áður en húsfundurinn og til að sína hvað þau eru stompuð þá eru þau með sko rauðvín og hvítvin og osta og eru búin að fara ostanámskeið og eitthvað svona, þetta svona og smá saman kemur í ljós að þetta læknir og verkfræðingur og bókaútgefandi og svona, þú veist, þetta fólk telur sig allavega að vera telur sig að vera það já og allir vola penir og reyna að vera kurteisir en svo ólgar undir villidýrið sem vil bara verja sig sem kemur kannski betri ljós maður veit ekki alveg hvað maður segja mikið en það sem að sko þetta er eftir Ólaf Jóhann Ólafsson hann hefur náttúrulega skrifað metsölubækur á undanförnum árum og bara lengi mann eftir smásagnasafnast 9 lyklar með bara alveg 30 eða 40 ár síðan eða eitthvað og síðan er það auðvitað myndin Snerting sem hann gerði líka með Baltasar Kormáki og það var alveg tróðfullt við sátum alveg upp í rjáfri í leikusinu orðsins fyrstu merking við vorum alveg efst á svölunum og ég er svo lofthrædd sko ég er svo hrædd myndi þetta niður á sviði en við sáum ágætlega og heyrðum ágætlega líka þetta barst vel og ég meina þetta er auðvitað vel leikið af þessum leikurum virkilega rosalega þetta er alltaf kanónur A-lista leikararnir okkar mér finnst þetta vera svona mér finnst þetta mjög gott verk en það heldur ekkit verið neitt að reyna eitthvað svona að fara út fyrir ramman þetta er ekki mjög ögrandi sko það er ekkert að ögra ekki að því leiti þetta er svolítið svona playing it safe af þessu leiti það er náttúrulega bara sko listarastjórnun leikhúsins það má sko þau hefur ekki komið neitt ögrandi frá Þjóðleikhúsinu síðan Magnús Geir Þórðarsson tók við þau er bara búið að vera miðjumóð síðan sko framsóknarflokks leikhús en sko þetta leikrit er samt pínu þar og sko leikmyndin sem er svona eins og spegill er svolítið að segja okkur að lítið spegill en þetta er algjörlega beintin í samtíman sem er svona pínlítið öfugt við Elskan er ég heima sem að bara er ekkert í samtímanum er ekki gamanleikrit og einhvern veginn bara en þetta akkurat stígur inn í samtíman og þau eru þarna með hennan fund og þau tala sig svona saman það hvað þau vilja og eina manneskjan sem hún kemur nú seint á fundin og talar bara heilindum það við þurfum að hjálpa fólki við getum ekki bara látið að deyja einhverstaðar að og svo fer hún og hún er og kannski eins og líka hún Ragnheiður í myndinni þú veist hún bara tala geðveik skilur þú ert ein að berjast og við eigum svona dæmi það er hún Ragnheiður og það er náttúrulega Magga Stína daginn þú veist ég las það ekki en það var víst alveg ömurlegar umsagnir frá fólki á samfélagsmiðlum bara heyrðu það í fréttum og það er akkurat þetta sem við verðum að tala að þeir sem fara og berjast eru bara skrýtnir en við sko hinn þykjumst þeir rosalega góð en þegar að hólminn er komið það verður þetta samt að þjóna okkar hagsmunum
og mér finnst rosalega, sko, ég finn nú með þetta alla leiði haustum á mér, þegar hann var að sveifla þarna húsreglunum, að þá hugsaði ég með mér, já, þetta bara reglur útlendingastofnunar, það þarf að laga þær. Þú veist að það má ekki bregða út af reglunum þar, ég mun daginn voru bara sendir einhverjir nýfættir tvíbura börn úr landi og það var ekki að gerast, sko. Já. Þannig að það er svona margt í þessu sem að, er svona, múralin er. Já. Að við þykjumst vera góð en erum það í raun og vera ekki. Já. Og mjög svona aktuelt einhvern veginn íslenskt samfélag bara í dag. Já. Og líka þetta var bara, mér finnst þetta rosalega pottþétt svona stykki. Já. Það er, ég myndi að segja, svo sem ekkert verður að reyna svakalega formið, en þetta er bara fólk sem er svona kann allt, bara með reynslu. Já. Og þetta er bara rosalega vel gert. Já, þetta er mjög vel gert. Og fallileg. Píkaði í marga punta. Já, og leikarnir eru öll mjög flott, sko. Alveg gríðarlega. Já, einhvern veginn bara. Mér fannst þetta alveg, þetta er ekki langt verk, og þetta var, sko, hvað er þetta? Tæpir 2 tímar. Já, tæpir 2. Já, og ekki hlé, sem var líka gott, sko. Nema það greinlega vissu það ekki allir, svolítið ráp í fólki. Mér finnst þau halda manni alveg. Já. Alveg. Það alveg. Já. Og Þetta er náttúrulega, sko, það er mjög hættulegt trend í öllum leikhúsum landsins núna, er það að leyfa fólki að fara inn með drykkina sína. Já. Og eru svo ekki með neitt hlé. Já. Það þarf ekkert frjótt ímyndunar til að sjá hvaða vandamálum komið. Já. Sko. En hún sagði mér að nefnilega stelpan, þegar ég var að kaupa þarna vassflösku til að fara með inn, þá sagði mér að væri ekki hlé. Þannig að ég dreif mig áður en að sýningi byrjaði og að gera þetta. Já, það var svolítið mikið fólk að fara. Að fara, ég var svolítið ráp, sko. Ég bara, líkar þeim ekki verkið, hugsaði ég fyrst, sko. En svo komuðu tilbaka, sko. Þetta er svona, eins og þetta væri í gamla daga þegar fólk stóð upp og rauk út þegar líkaði ekki sýningarnar, sko. En það var ekki þannig. Þetta var tróðfullu salur sem tók vel við verkinu, fannst mér, sko. Og var skemmtilegt. Og ég meina þetta áalveg erindi og maður svona, maður þarf kannski aðeins að skoða hjarta sitt án maður fyrir að dæma fólk sem er að berjast fyrir annað fólk. Eða sjálft sig, eða dýr. Að auðvitað eigum við öll að vera þar. Já. Ekki rýna í reglur húsfélagsins. Nei, reglur húsfélagsins er náttúrulega ömulega. Útlendingastofnun. Nei, ángríns, þá er þetta. Og svo fórum við enn einu sinni í leikhús. Elvar. Fórum á Drauminn. Já, Jónsmessunætur Draumur, leikhópurinn Silfurskeiðin í Tjarnarbíói. Sko ég bara verð að játa það að ég vissi ekki að leikhópurinn Silfurskeiðin væri til. Nei. En það er bara mjög metnaðarfullt leikfélag greinilega. Bara ég fann mikið, sko, ég fann bara svona fyrir metnanum í sýningunni. Já. Það hún var ekkert fullkomin, sko, ýmislegt sem að maður getur alveg fett fingur út í, en er það? Ég get ekki fett út í neitt. Það ekki, já, sko, ég er náttúrulega ég ætla að vera alveg bara rosalega smá. Ok, þá skal ég byrja. Sko, málið er, þegar þú kemur í Tjarnarbíó, þá bara taka það á móti manni. Viltu Smarties? Nei, ég, og síðan er svona leikmyndin er bara þarna frammi líka, sko, og svo fer maður inn, og já, þetta er svolítið, finnst mér að koma í leikhúsum, þá leikarnir eru einhvern veginn byrjaðir þegar að leikrit byrjar. Það var svona líka bæði í Latta og í þarna Moulin Rouge og gott ef ekki Akureyri líka. Skammar þrýrningunum. Í-T-B. Já, í-T-B, já. Og líka að verði Úlfur, þá var hann ráfandi gangana fyrir sýningu. Já, einmitt. Og leit út með þessu leikurskeft. Það fattar það eiginlega ekki að þetta væri hans fyrir. Svo allt í lappana bara úr salnum upp og sluða byrjar. Já, einmitt. Það er trend. Já, en sko, að því ég sá, ég man ekki hvað ég sé þessa sýningu oft, en ég sá í vor því ég var í Edmonton í Kanada, í Citadel, leikusinu, það sá ég einmitt
Drauma Jónsmessunótt, en hér þetta þýtt Jónsmessunætu draumur og það Þórarinn Eldjárn. Sem skrifar árið 1600. Já, það Þórarinn Eldjárn sem að þýðir þetta listavel, sko. Já. Og það var svona söngleikur og þetta er bara komík og mér fannst þess að þessi leikmynd sem byrjar alveg bara frá því að lappar inn og síðan hún aðeins á sviðinu í formi kassa og síðan hluti af búningunum eins og þessar krínolínur eru notaðar sem hluti af leikmyndinni líka. Þannig að og mér fannst þau leika rosalega vel og fara með allan að texta. Mjög, bara rosalega, ég bara virkilega góðu leikarar allir, sko. Já. Og væri bara til að vita meir þetta fólk vegna þess að ég ég bara mjög impressed, sko. Hver þýddi þetta? Var það Þórarinn? Já, Þórarinn Eldjárn þýðir. Ekki Helgi Hálfdanars? Nei, ekki sú þýðing. Þetta Þórarinn Eldjárn og hann hefur létt hana svolítið, finnst manni. Hann náttúrulega algjör snillingur með orð og það heyrist alveg þessari sýningu. Já, og þú veist, voru nokkri svona senuþjóðar. Já. Eins og hún ég hefi hún Rakel Ír Stefánsdóttir. Já, sem Búki. Hún var alveg frábær. Hún var alveg meira á það. Maður bara dáliðist leið og bara alltaf inn í alla senu sem hún kom. Bara hún átti þær. Já. Og líka bara hún frábær dansari. Já. Og hún hannaði gerði sviðsreifingar líka. Já, ok. Það svolítið, þau eru með meiri neitt hlutverk, þau eru kannski að leika, en líka að gera eitthvað annað. Hún gerir hreyfingarnar. Já, þær voru, og svo var Sóli Ólaf sem álfur. Og svo var, sem ekki hann Benedikt Erlingsson hljóp inn í staðinn fyrir. En nú ég ekki viss. Var það ekki í staði fyrir Fjölni Gíslason, Bossi. Jú, Smitti, Snikki og Belgi. Jú, alltaf ekki bara. Já. Og það var gaman að sjá hann ekki sé hann á sviði bara. Mjög lengi. En þetta bara skemmtilegasta sýning sem ég hef séð í haust. Já. Það var þessi. Já. Ég var líka búin að bíða spennt og ég varð ekki fyrir vonbrigðum. Og búningarnir. Það var að sjá þetta. Já. Og búningarnir, mér finnst þeir ferlega flottir. Og velgerðir og svona, einhvern veginn, Jónsmessu draumslegir. Já, þau komist upp með að setja upp Shakespeare, einhvern veginn, þú veist alltaf tala svo erfitt að setja upp Shakespeare og þú veist, þú getur ekki bara verið með alla í sokkaböksum Uppnum svið. Hoppa, þú veist, gamla hámenningar, dótið annað það alltaf, en þeim tekst einhvern veginn að svona halda smá tregðu við tíðarandan, Já, algjörlega. Þetta verður ekki svona einhver abstrakt tímarlaus maður finnur einhvern veginn hvað þetta og leikgerfin voru líka mjög flott. Leikgerfin voru góð, en ef ég á gagnrýni eitthvað, þá var það leikmyndin. Já, það var náttúrulega, ekkert rosalega það voru bara svona 6 Kallax-kassar frá IKEA. Já. Eins bónarplata á hliðinni og svo vöndur á trjágreinum. Já. Sem að mér fannst eiginlega best hefnaða. Já, greinin var mjög fín. Því að það var hægt að lýsa í gegnum hana og þú veist alltaf með skuggan frá skóginum yfir þér, sko. Já, en mér fannst. Og mér fannst, það voru ýmis tækifæri í lýsingunni sem voru svona fór að svona sko. Já. Að þau eru með flotta, hvíta tjald, bakvegg sem að bara allavega hann kallaði á mig bara please, gerði eitthvað við mig. Já. Þú veist, búðu ekki gerði eitthvað, skiljur. Það vantaði þessa töfra, því þannig að á ykkur tíðabúndi þá þetta alltaf draumur á Jónsmessunótt og það verður að verða eitthvað svona verður að verða ykkur töfrar. Já. Og þau hefðu mátt alveg, því að þau gerða bara aðeins að því. Já. En ég vilja sjá það aðeins leikra. Já. Hljóðmyndin var frábær. Já, þar var hljóðmyndin bara á sama tón og leikverkið sem var æðislegt. Fyrir það sem ekki þekkja verkið, þau lenda inn í svona öðrum heimi. Já, þetta er náttúrulega 400 ára gamalt verk og það er sem sagt elskendur sem að fá þarna einhver, ef þeim byrlað eitthvað og þegar þau vakna þá verða þau ástfangin
og þetta bara svona skemmtlegt. Ég mæli með því, ég áttur elskendur og kongur og drottning og svo leikrit inn í leikritinu og það var algjörlega frábært sko. Það var ógeðslega gott. Já. Er þetta svona alternative universe? Já, ég meina það má alveg segja það. Já. En já, að því að parið sem að fara að gifta sig eða ætlar reyndar að stinga af saman, já, þau villast svona af leið í draumnum og sem mjög skemmtlegur og ég veit ekki alveg, það truflaði mig ekki þessi hvíti veggur sko, maður sá oft þau hín á bakvið, mér finnst það svolítið flott. Mér finnst flott sko þegar þú notaði það og þá lýstist upp svona eins og myndastittur. Já, eins og stittur, já. Og en ég bara að finna... Já, finna eitthvað að þessu. Bara finna eitthvað að þessu. Já, ég finn ekkert að þessu. Og hvað er þetta landstekki? Já, þetta eitthvað 2,1 með hliði. Já. Eitthvað, já, mér bara, þetta hélt mér allan tíman og meira og ég var ekki búin að taka að í hátílífi mínu en eitt sko. Pælið því. Já, en þetta og ekki dórulegur. Nei. Og hún leikstýrir, hún Marja Ellingsen. Já. Og gerir það bara mjög vel. Ég ekki 2 sem skráða fyrir. Já, sko, svo aðstoðarleikstjóri Eyja Gunnlaugsdóttir, aðstoðarleikstjóri dramatúrg og Magnús Thorlacius leikstjóri, En hann ekki í verkinu? Þau eru alls það. Jú, nei, þetta hann. Já, mér langar að sjá þetta. Já, veist þið það, allir eiga bara að fara og sjá þetta. Og þetta einhvern veginn, mér fannst þú nýta, þú veist, þennan kassa sem að hann í Tjarnarbíu bara mjög vel. Ég skemmti mig konunglega og textinn frábær og þau frábær. Og varðandi þessa kassa, þá fannst mér nefnilega gott að það var ekki einhver meiri leikmynd. Þú veist, þeir svona færðist aðeins til. Já, og þeir nýttu þá svo vel. Já, en mér fannst þetta bara aðeins og þetta braut aðeins upp fjórðaveggi fyrir mér, sko. Að ég líka sjá, þetta voru svona snjáðir kassar og þessi spónaplata, þú veist, ég hugsaði að ég hefði nú getað gert betri spónaplata. Já, þetta En þú veist, en það var líka heldur engin skráður fyrir leikmyndinni, sko. Nei, ekki. Er það ekki bara þau? Það hlýtur að vera Kannski bara búningahönnurinn, af því að það sem hangir í loftinu frammi, það tengir síðan bara búningunum. Einmitt. Og þá getur maður bara haldið fram að kassarnir tengir svolítið bara veitingasölni. Já. Og borðunum, það ekki? Jú, það tengist allt saman mjög vel. Allavega, fær alveg bara topp einhvern hjá mér þetta. Jónsmessu nætudraumur það þýtt hér. Eftir William Shakespeare, þýðing eftir Þórarinn Eldjárn, leikhópurinn Silfurskeiðin og bara brilljant. Allir að drífa sig. Okay. Heyrðu, þá myndlist, yfirlitssýning Steinu Vasúlku í listasafni Íslands og listasafni Reykjavíkur. Já, þetta eru 8 salir. Já. Og Steina Vasúlka, hún náttúrulega algjör frumkvöðull og hún fædd 1940, 85 ára árinu og sem sagt, hún heitir Steinunn Brím Bjarnadóttir og sem sagt, algjör frumkvöðull í þessu vídeólistamaður. Já. Og ef maður fer aðeins í bakgrunnin hjá henni, þá hún sem sagt, hún lærði á fiðlu, bæði sem sagt, í Reykjavík og í Prag. Og í Prag þá kynnist hún honum úti, manninu sínu. Vasúlka, já. Og mér finnst þetta sætt að hún byrjar að kynnast honum að hún biður honum að hjálpa sér að laga mótorhjólið sitt. Sem hann greinilega gerir og 2 árum síðar giftaðu sig. En hún spilar sem sagt, hún lærir hann á fiðlu og hún spilar í Sinfóníu Íslands. Og hún sem sagt þau flytja til New York 65 úti á hún og sem sagt í lok 7. áratugsins þá hún farin að vinna að myndbandsverkum og já þau flytja 65 og í lokin þá 7. áratugsins hún að byrja að vinna myndbandsverkum
1971 þá stofnar hún sem sagt The Electronic Kitchen sem síðar var The Kitchen og það var svona góðsagnakendur sýning og samkomusalur sem sagt hljóð og myndbands listamanna og þetta í New York kallast Kitchen og þarna koma menn saman hljóð og myndbands listamenn. Þetta sama tíma fyrir ekki og versmiðan? Já, það akkurat það sem ég ætla að segja að þetta svona svipa kúl og versmiðan eða silfur versmiðan hans Andy Warhol. Þannig að þetta svona svipa hipp og kúl og en hún síðan flytjaði til Buffalo og hún heldur áfram sem sagt frekar þróun á vinnu sinni í myndlist og tæknirannsóknum. Síðan 80 þá flytjaði til Santa Fe í Nýju Mexíkó en hún sýnir reglulega víð heim og þetta endalaust, sko þau eru endalaust að velta fyrir sér tækni sem sagt og með svona tækni búnað sem þau eru að vinna með á sérkennilega eða sem sagt nýjan hátt sem hafði ekki verið gert fyrr og var hann líka myndlistarmaður? Já, fyrst eru þau að vinna saman og skilja leiðir aðeins og þá eru þau meira en sem sagt mörg verka hennar Steinu og ég held líka Woody en hennar, það talið vera svona lykilverk í sögu vídeólistar en mér fannst það sem sagt að því það eru mjög nákvæmar upplýsingar og ferillega rakin en mér fannst það áhugavert að það stendur að 1981 þá talar hún á málþingi í Kitchen og tekur þá þar þátt í pallborðsumræðum og hún segir ég óttast þann dag þegar gagnrýnendur taka yfir svo ég fegin að þau hafa ákveðið að vídeó sé ekki list það gefur okkur meiri tíma segir Steina í umræðunum og bara það að 1981 þá sé ekki farið að meta vídeólist sem list. Mér finnst það bara pínu merkilegt af því að og það svo dásanlegt að fara þarna bara á þessa sýningu til dæmis á efsta salinni Listasafni Íslands sem stífbónaður og maður fer sko inn og horfir á þessi verk sem ótrúlega heitlandi mjög heitlandi og maður að því hún tala svo mikið það í umræður sem þegar það verið að tala við hana þetta sé svo mikið oft hafi verið svo mikið leikur bæði á þeim Woody og líka hjá henni bara einni en og svo þegar maður kemur í Listasafni Reykjavíkur upp á aðra hæð það líka bara fullt en þar líka hægt að leika sér ég sleppti mig pínlítið og fór að leika mér og það voða gaman svona þessi skjáir og sjá sjálfan sig verða einhverju hálfgerðu málverki þannig að hún svona íslenskur svolítið lykillistamaður í vídeólistinni og líka bara allan heim hún hún ekki að gera sér verk sko 1970 Já, hún byrjar í lok 7. áratugsins og Kitchen 71 og og sem sagt mörg af verkum hennar það fræg að þau talin vera lykilverk í sögu vídeólistar. Þetta alveg rosalega tilraunakennt og bara ég kann alltaf koma að þessu einhvern vissi svo til ekkert og mér finnst þetta rosalega líka bara spennandi fyrir kvikmyndagerða fólk að skoða hana og að því að hún að vinna svo rosalega mikið með vídeo, hún líka að pæli svona consumer myndavölum það eitt verkana í listanum í Reykjavíkur þar sem þá var nýkomin einhver bara kvikmyndavél sem var með hljóði líka og þau alltaf svona pæla í svona tækninni og kvikmyndatækni og hún
líka greinilega rosalega í svona sjónrænni skynjun. Já. Bæði hann að gólfið á listanni sem hann gerði, það verk sem það sem gólfið svona stífbónað, það hennar verk sem var gert í samvinnu við listan Reykjavíkur og hanna fyrir salin. Já, ok. Þess vegna það mjög fallegt verk, sko. Virkilega. En það þá nýtt verk? Nýlagt, já, það fyrir ég maður ekki hvenær það er. Og síðan hérna, til dæmis verkin, það verkana í listinni Reykjavíkur sem hún með spegla og hún rosa mikið að pæla í svona skynjun, sko. Greinlega. Alveg. Og sem sagt, ég tók svo mikið eftir því í listasafni Íslands, hvað hljóðvistinn, sko, að því þetta eru, sko, í einum litla salma neðri að henni, það eru margir skjáir, en, sko, hljóðvistinn, maður getur verið að hlusta á verkin, maður er ekki með headphone og maður getur labba á milli verkan og það truflar mann ekki. Já, æðislegt. Og mér finnst það líka, sko, ég fór að hugsa, sko, að því hún er fiðluleikari, að þetta líka við tónverk, sko, já. Og heldur hún semja þessa tónlist? Það alveg örglega. Þetta rosalega metnaðfull sýning líka, það sko, maður þarf eiginlega að fara, það ekki nóg fyrir einu sinni á hana. Nei. Hún svo viðamikil, sko. Já. Það svo mörg verkana eftir hana. Já. Ég er búin að vera á leiðinni. En einmitt, ég hef hugsað, maður þarf eiginlega 4 klukkutíma. Já. Í þetta. Já. Ég veit það ekki, en bara... Nei, svo getur maður náttúrulega bara tekið þetta í hollum eitthvað. Já, það er mjög mörg verk allavega. Já. Ég laka til að sjá þetta. Þetta er mjög athyglisvert og sko að Íslendingar, ég meina að, og bara maður hafi ekki átt að segja á því hvað hún er rosalega fræg. Já. Og hérna, já, þau. Já. Svo búið að stofna eitthvað sko í Prag eða í heimalandi Woodies, það búið að líka setja upp svona kitchen svona eins og hérna í New York. Er það ennþá til í New York? Ég veit það ekki. Nei. En minnst það var svona sett upp í Prag til að minnast þess. Ég þekki það ekki hvort það er ennþá í. Og hvað þessi sýning fram yfir áramót? Í öllum sölunum? Já, það held ég alveg örugglega. Þetta fyrir búin í janúar eitthvað svo leiðis. Já. Hún í töluvert langan tíma. Já, einmitt. Þannig að bæði í listasafni Íslands og listasafni Reykjavíkur. Og svo í Berg Contemporary, þar verk eftir Woody. Já. Þannig að, og hann fór eitthvað, sem sagt, það eitthvað í samtíð að hann hefði verið á móti hernaði. Og fleira. Hvar er það? Berg Contemporary, það á Klappastígnu, minni Klappastíg 16. Hún þessi sýninga til 11. janúar. Já. Frábært. Ég 3 mána. Heyrðu, síðasta sem er í bili, það James Merry í listasafni Akureyrar. Alveg frábær sýning. Já. Hérna hann gerir grímur, þetta eru eiginlega skartgripir og hann gerir þær sko fyrst á pappír og vinnur þetta rosalega vel áður en hann skerða út í mál eða málm. Og hérna, og hann gerir grímurnar fyrir Björk eins og sést. Og hérna hann tíður samstarfsmaður Bjarkar. Já. Samt við sjónræna framsetningu. Okay. Já. Og hann hefur unnið með mjög frægum listamönnum í Bretlandi og víðar. En hann býr hérna? Hann býr hérna og held ég búin að búa hérna í hátt í 10 ár. Nágranni Bjarkar. Allir það ekki bara. Í nágranni þinn bara. Þessi sem þú heldur að sé í öskunni. En þegar ég fór hérna, þá kom það mér svo mikið á óvart. Sem sagt að því hann bæði segir hvað hann fær innblástur. Hann fær innblástur hérna frá einhverjum fornleifa uppgreftri þar sem svona valdamenn, einhver svona valdamenn frá járnöld. Já. En það sem kom mér svo mikið á óvart, það var ferli þeirra eins og þú varst að lýsa,
af því það svo mikið tækni, það sem sagt hann geti skorið þetta út í leysir en hann gerir, já, allt í samt við leysir slítið bretta þetta bara já, en þetta allt gert í höndunum eða þannig, hann náttúrulega með vélar og allt svona, það var eitthvað vél með svona stálstreng og svo skaran og svo að pússa þetta og eitthvað svona, það var stórkostlegt. Já, en þetta sko, maður fer svona inn tjöld, þá finnst maður eins og maður sé komin í sko gullgeymsluna hjá einhverjum. Þetta rosa flott. Ótrúlega flottar. Okay. Þannig að Akureyringar þurfa að drífa sig á listasafni og þetta bara frábært listasafn. Ég bara get ekki hægt að segja það. Nei, þetta virkilega. Það fyrir norðan. Mér finnst það, sko, ég meina, það svo mikil metnaður að fá þennan mann, listamann. Já, hann langar eiginlega bara að fara til Akureyrar og skoða sýningu. Já, af því að ég meina, Björk náttúrulega, hún hefur náttúrulega vakið alveg gríðarlega athygli út af þessum grímum sem hann býr til fyrir hana. Sem ekki til sýnis þarna en hann ég meina það sem, já, þessar fallegu grímur og líka sérkennilegu grímur sem Björk hefur verið með á tónleikum og vídeóum og allt það. En þetta náttúrulega bara svona skart, þú veist, það svona hálsmenn og þetta bara svona skart gríma. Já. Fáum okkur kannski svona? Einhver tíma? Já, sko, fyrir næsta COVID þá þurfum við að vera með eitthvað og grímur. Já. Ég ætla ekki að vera með bláu dimmundur aftur, ég ætla að vera með tala bara við hann. Já. Ég ætla að vera með galveri. En við finnst það líka áhugavert að hans fái innblástur frá einhverju valdsmönnum frá Járnöld og þetta hérna eitthvað var það ekki í suðvestur hluta Bretlands. Já. Og þetta eitthvað staðar þar sem hann frá þeim hluta. Já. Bretlands. Já. En það ótrúlega að þeir hafa verið með eitthvað svona á Járnöldinni. Já. Fólk var alltaf að punta sig. Hérna, fornleifafræðingur alltaf að finna eitthvað skart. Já. Það greinilega byrjaði snemma. Perlur og skart. Já. En heyrðu, hvað ætlið þið að gera í vikunni? Skemmtilegt. Elvar? Ekki hérna Niflungahringurinn á morgun? Jú. Það frumsýnt í Borgarleikhúsinu á föstudaginn held ég, eða föstudag. Þú veist. Já, ég held að sé á föstudaginn, að generalpröfa á fimmtudag, held ég, annarkvæmt að fimmtast eða föstaskvöld. Já. Við fyrir á æfingu hjá þeim á morgun. Já, svo langar með að sjá hana Steinu sem þið voru að lýsa á hljóm og mér langar líka aftur á Jónsmessun. Já. Ég vil fara aftur. Já, ég vil að sjá hana aftur. Þetta bara, ég væri líka til að sjá hana aftur. Mér langar að fara. Þau voru alveg frábær og einhvern veginn, já, ég ætla ekki að glemma mér að tala um þau aftur. En já. Niflungahringurinn, þar lofaði okkur 2 tíma hláturskasti. Það ekki? Já. Jú, ég vona bara að sé hlýja. Hláturslýja. Já. Svo pissir ekki stólinn. Já. Það verður svo mikla hafsperur í andlitina daginn eftir eða maður bara. Já. Ok. Ég ætla að fara nefnilega, þetta tengist kannski aðeins þessu leikverki hérna, Elskan í heima. Af því að það var alveg dauðafæri að vera með eitthvað, í þessari viku, 24. október, þá eru 50 ár frá því að íslenska konur tóku sér frí, fóru neð á Arnarhól, ég bjó á Akureyri og mamma fór í Sjallan og þær bara stoppuðu Ísland. Eða heimilinn allavega. Það talaði maður 90% kvenna á Íslandi að það farið í. Já. Út af vinnustöðinu. Og í tilefni af því þá er sýning þarna 24. sem heitir Áfram stelpur og þá er öll platan tekin og það er í Þjóðleikhúskjallaranum. Ok. Já, ég ætla að fara á það. Er það nokkuð úkulelunar sem eru með það? Nei, ég bara ekki viss. Hver með það? Það er eitthvað að leikonum við húsið, einhverjar sem voru í hópnum fyrir 50 árum. Þannig að þetta er bara svona blanda einhver. En Þjóðleikhúsið er ekki með þetta, heldur eitthvað utanaðkomandi, bara þessar konur sem vilja minnast þessara tímamóta. Og þarna var nú bara dauðafæri að setja upp feminist verk.
á Akureyri, en ég ætla að hætta að röfla það. Það rosalega spennandi. Já, ég ætla að fara það. Já, ok. Og síðan keypti ég miða fyrir bara ógeðslega löngu síðan í salinn á Tom Waits tribute sem á laugardaginn. Salurinn Kópavogi. Já, þannig að það Niflungarhringurinn, áfram stelpur og Tom Waits og kannski að fara aftur með Elvari á Jónsmessur. Já, ég kem með. Já, við getum bara verið í Tjarnabíu. Já, ég ætla að sjá Niflungarhringinn. Já. Og mér langar að sjá hann í Jónsmessu nú. Já. Og svo langar mig að sjá Thomas Anderson nýjustu myndina sem er í bíó núna. Já. Sem heitir One Battle After Another. Já, ég hef heyrt hana. Já. Hún veist rosa góð. Kannski, fer maður líka í bíó. Ég fór á Pink Floyd tónleika síðustu helgi. Já. Sem voru mjög flottir. En það sem ég fannst líka, ég meina rosa ljósasjó og allt svona. Það í Hörpunni? Já, og Magni og Matti Matt. Sungu alveg og svo var Hera. Já, sem hann lofaði í Hástert, hann Jónas. Já, það var það einmitt við. Hann bara, Jónas sem er yfir svo grimmur. Nú var það? Það var bara óþægilegt, sko, hvað hann... Já. Ég hef ekki lesið þennan dóm. Ég elska dóman hans Jónasarsson. En ég bara, hann laði 5 stjörnur, bara... Já, það láfið þetta að vera óþægilegt. Já, hann sagði hann hefði bara verið algjörlega dolfallin bara yfir. En að því hann var líka, hann skrifaði einhvern veginn þannig dóm Friðrik Ómar. Gerði hann líka Pink Floyd? Þetta var. Ok. En þegar maður leiti við salin, þá var mjög mikið að gráhærðum karlmönnum. Já. Sem fíluðu gítarsólóin. Ok. Og dálítið mikið líka sköllóttin. Já. Já, þannig að já, það var markkópurinn var svolítið. Já, og finna var að systir mín fyrir Svíþjóð, hún hafði líka farið á Pink Floyd tónleika sömu viku og hún hafði líka tekið eftir því, en þar voru eiginlega engin sköllótti, bara gráharðir. Þú var það ekki öfugt? Nei, það var hérna heima sem það voru fleiri sköllóttir þegar þú fórst. Já. En tónleikarnir voru rosalega flottir. Já, þú ætlar að koma með mér á Áfram stelpur. Já, og Niflungarhringinn. Og kannski Jónsmessu. Já, Draum og Jónsmessu. Þetta heitir sko Jónsmessu. Draumur og Jónsmessu nótt. Já, ég segi það alltaf, en það er ekki þýðingin. Nú? Nei, það er Jónsmessu nætur draumur. Já. Þessi þýðing hjá Þórarni. Ok. Já. Þannig að við skulum nú ekki rugla því sama við Draum og Jónsmessu nótt. Eftir sama Shakespeare. Einmitt. Talandi döðafæri, náttúrulega döðafæri sko að fara í samstarf með Freyju og framleiða alvöru Jónsmessu nætur draum fyrir næsta sumarskóla. Ég meina Lína Lánsokkur er komið í Íspinna og annar hver áhrifavaldur er komið í Íspinna líka. Það er rosalega góð hugmynd fyrir þau. Já. Að vera með Jónsmessu nætur draum. Já, endilega bara. Já, mjög snið. Ég myndi kaupa svoleiðis, ég er sjúkur á mig. Já, ég sjúkur í lakkrís. Já, ég er að vera með lakkrís. Já, bara góð hugmynd. Shakespeare selst alltaf. Já. Já. Heyrðu, við hættum við þessi fleygu orð dúa. Shakespeare selst alltaf.